náttúrulega spurningin, hvaða lím best til að líma niður svona krossviðar doblun inn á balsa? Og svarið epoxy. Ekki nota trélím. Ástæðan svo að í trélími vatn og vatn fær við til þess að þenjast aðeins út. Og þegar hann þenst út þá bognar hann og allt verður vitlaust og skakt. Epoxíð gerir það eiginlega ekki. Það hefur ekki þannig áhrif á viðinn. Ég er alltaf með svona rækjugaffal í vasanum, svona pússa aðeins til endan á honum og nota ég hann til þess að hræra með. Það er einhver umgangur fyrir utan og hundarnir eru að gelta. Stundum gelta þeir þó að sé engin umgangur fyrir utan. Það þarf ótrúlega lítið lím vegna þess að ég ætla að dreifa því svo svakalega þunnt. Það þarf bara rétt að halda. Svona. Til þess að dreifa þá erum við búin að taka svona litla balsaspýtu og ytta hann aðeins til og nú setjum ég þetta hérna á og dreifi líminu Já, þetta sem ég notaði til hræri, loka skýri. Ég nota líka 30 mínútna lím, þannig að ég hef alveg sæmilegan tíma til þess að gera þetta. Ef ég væri með 5 mínútna epoxy þá var það núna byrjað að taka sig. Svona. Nú sýnist mér að ég sé búinn að setja út allt. Og þetta kemur hérna á. Svona. Nú má þetta með títuprjón. Svo duttir eins og epoxy gera að smyrja. Á! Þetta var vont. Þeir smyrja snertiflutinn á milli hlutana og þá geta þeir runnið til þegar maður fergir það. Það vill maður ekki. Hérna er ég með bara stál. Stál alveg ágætt til þess að fergja með því. Og svona. Þá er önnur hliðin komin og nú þarf ég bara að gera hina. Það er ágætt að hafa þær báðar hérna hlið við hlið og sjá að þarna er komin hægri hliðin og hérna komin svo vinstri og þetta á að koma svona, þannig að límið kemur hér á. Það er að gera að taka ekki feila á þessu. Það er afskaplega leiðilegt þegar maður fattar það að maður er búinn að gera 2 eins hliðar. Þið megið spyrja mig hvernig ég þetta.
Já. Nú erum að leggja þessa doblun eins og hina. Ég hafði mið af þessari brún hér og þessari brún hér og strikinu. Þannig að þá veit ég að þeir liggja nákvæmlega eins. Nú set ég 2 títuprjóna bara svo þetta renni ekki til. Og að því ég á ekki fleiri svona þá ætla ég bara að sækja mér nokkur stál og leggja hérna á þetta. Þetta ætti að vera alveg nóg. En nú þarf þetta að fá að harðna og þá getum við byrjað að raða rifjónum á þetta. Doblun hérna orðin föst, límið orðið hart og við getum farið að líma innan í það sem á að koma. En áður en við byrjum á rifjónum þá þurfum við að setja þessa trekantleista og þeir koma hérna að ofan. Einfaldasta mál í heimi að líma þá. Við bara glöðum á þá trélími. Kannski sniðugt að hafa gat á dollunni. Við ráðum hvort við setjum trélímið á trekantlistan eða á hlíðina. Málið er að við þurfum ekkert svo rosalega mikið. Við reynum að dreifa aðeins úr þessu svona. Og höldum þessu niður í með títuprjónum. Hérna er ég búinn að fjarlægja glerplötuna sem þið hefur kannski séð og nú sting ég bara í gegnum falsan ofan í þetta trétex sem er hérna. Ansi sniðugt að hafa svolítið á borðinu hjá sér. Ég læt trekantlistan flúta við efri brúnina hérna á skróknum og títuprjónarnir halda þessu síðan niðri á meðan límið þornar. Við getum gert báðar hliðar í einu. Svona. Nú þurfum við bara að leyfa þessu að harðna aðeins og þá getum við farið að líma þessa 3 hérna. Þessir 3 rammar eru allir nákvæmlega jafn breiðir, alveg upp á millimetri. Og þeir koma hér 3 hérna, 4 hérna og 2
hérna. Við skulum aðeins leyfa þessu að taka sig. Kannski halda þessu niður í svona meðan. Og leyfa þessu að taka sig og síðan líma við þessi þrjá hér í. Nú ætla ég að fara að líma þessi rif först og gera það sjálfsögðu með epoxy til þess að verði nú almennilega hörð. En það er ágætis ráð að því að krossviður eru stundum með einhverja húð á sig sem getur hamlað lími að aðeins að taka smá spor í hann fyrir límið. Það er ekkert mikið, bara rétt aðeins að marka í svona. Og við ætlum að líma rifin hérna öðru megin. Og að því að þau eru öll jafn breið, að þá veit ég að þau eiga að vera nákvæmlega lóðrétt. Og til þess að sjá það hef ég hérna annan helminginn af gamalli þvingu frá X-Acto sem er alveg skemmtilega rétt og ég bara klemmi þessa þvingu svona við rétt á meðan að límið er að harðna. Svona, þannig að það er best að blanda þá lím. Byrjum hérna á númer 2. Það þarf að snúa ákveðin hátt. Það er tekið hérna ská framan á, aftan á það segi, og það þarf því að sitja hér. Og ég gluða bara nægilegu lími til þess að þetta sitja almennilega. Svona. Svo kemur þetta hér. Og til þess að það sé nú alveg öruggt, þetta fari ekki neitt, þá setjum ég smá stálklump þarna. Já, það reyka sig ekki í hann, þá dettur hann bara. Svona. Nú situr þetta eins og lög gerir ráð fyrir. Það var næsta. Það er þessi númer 3, hún á að vera svona. Vinkilinn á hana. Þetta situr á réttum stað núna og þá setjum við stálið á þetta. Þetta ætti alveg að vera nóg farg, við þurfum ekki að setja meira á það. Hana. Og síðan númer 4 hérna aftast.
Svona. Nú þurfum við bara að leyfa þessu að harðna. Ég ætla að þrífa hérna hrærispítuna mína. Þessa hér, svo ég geti stungið henni bara aftur í vassan. Haft hana tilbúna fyrir næstu umferð. Það næsta sem við gerum síðan eftir þetta er að taka þessa hlið hér og líma hana ofan á þessa þrjá ramma og þá er skrokkurinn kominn og byrjaður vonandi að vera réttur. Þá er límið á þessu orðið hart og komið að því að líma hina hliðina hérna ofan á epóxí eins og áður. Ég er búinn að raða rétt skeiðunum hérna í kring og þær munu sjá til þess að hliðarnar séu nákvæmlega á sama stað til þess að það sé alveg öruggt að skrokkurinn verði ekki undinn á neinn hátt. Ég set þær bara hérna upp við, set stál ofan á þær og þær halda síðan við skrokkinn við hina hliðina þegar hann kemur á. Sjá. Þannig. Nú er best að bera límið á þetta og vera ekkert að spara þannig sérstaklega. Setja það sem þarf. Þannig. Kannski ekki láta það leka mikið niður veggina hérna. Þannig. Og hér á nummer 2. Svona. Ég var búinn að þrífa hérna innan úr og þá er bara að setja þetta hérna niður. Svona. Setja á þetta. Svona. Nú kemur hliðin við alla vinklana eins og hann á að gera og þá kemur fargið og ég ætla að setja dálítið vel af fargi núna til þess að ýta þessu almennilega niður. Þannig. Nú situr þetta eins og það á að gera og nú þarf þetta bara að fá að harðna almennilega helst til morguns. Ef þetta situr svona og er til friðs þá ætti skrokkurinn að vera komin saman og þá er næsta mál á dagskrá að fara að setja hina veggina í hinn rifin, taka skrokkinn saman aftan aðeins að þrengja hann framan
og þá er farið að koma lag á þetta.